fjölmiðlar hafa verið að deyja og kannski sérstaklega blöð, fréttablaðið dó fyrir viku síðan og við ætlum að fjallum það svolítið hérna við rauðaborðið, fallin blöð og reyna átt okkur kannski á hlutverki blaðana í sögunni og kannski hvað við erum að missa út úr samtímanum með því að missa frá okkur blöðin. Og til þess að skilja þess að þá þurfum við að fara svolítið og horfa aftur og einn hluti af blaðaútgáfun á Íslandi eru flokksblöðin og þegar fólk hugsa þau þetta því í hug Þjóðviljinn og Tíminn og Alþýðublaðið, kannski Dagur á Akureyri en flokksblöðin voru náttúrulega fleiri og voru víðar og hann hingað kominn hann Hrafnkell Lárusson sem sakfræðingur og þú skrifaðir ritgerð dauða flokksblaða fyrir austan og það voru fyrst og fremst Austri sem er Framsóknarblað og Austurland sem eru Allaballar. Já, ég gerði rannsókn fyrir nokkrum árum síðan sem var reyndar svona á breiðara sviði varðandi fjölmiðlun og Austurlandi á árabilinu 1985 til 2010. Það sem ég tók ljósvakamiðlana líka með en sem þá störfuðu þar en það nú utan við efni okkar hér í dag. En síðan var ég að fjalla um blöðin sem að þá voru og sérstaklega þessi tvö sem að lengst lifðu og voru bæði stofnuð miðbik 20. aldar. Eftir stríð, svona 50 eitthvað? Já. Það var, Austurland var stofnað í Neskustad 1951. Á hverju voru menn að stofna blöð? Já. Hvað ætlum menn að gera við þetta? Já, það var náttúrulega, það hafði komið þarna tímabil á undan, 20 ára tímabil, það sem að hafði í rauninni verið lægð í austfirskri blaðaútgáfu og mann fannst það svona ákveðið niðurlæginga tímabil. En síðan þarna eru þessi blöð sem eru stofnuð þarna 51 Austurland og 56 Austri. Að þau eru stofnuð af stjórnmálaflokkum, Austurland af Alþýðubandalaginu og Austri af Framsóknarflokknum. Bæði voru stofnuð í Neskustad en Austri flutti sig 1976 upp í Egilsstaði og var gefinn þar út þar til að hann hætti útgáfu. Sem var svona sterkara bakland Framsóknarflokksins hér að. Já, nú oft var nú talað að stundum fyrir austan sem kjörlendið þeirra En ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvað ástæður lágu þar að baki. Það var náttúrulega komin enda þá prentsmiða á héraði líka sem að var ekki áður. En má ég færa það aðeins aftur á baki tímina þegar þú sagðir að hefði verið þarna 20 ára tímabil sem hefði verið lægð í blaðútgáfu fyrir austan. Hvað var þar fyrir þar á undan? Sko, austfirsk blaðaútgáfa í rauninni, hún byrjar 1877 með útgáfu Skuldar á Eskifirði sem Jón Ólafsson gaf út og þá var það fyrsta blað. Sá sami og stofnaði hér fjölda blaða. Já. Og líka í öðrum heimsálfum. Já, sá hinn sami sem að fór mjög víða og var þingmaður og ritstjóri og starfaði heilmikið við útgáfu. Hann stofnaði þetta fyrsta blað og síðan eru sko þessi útgáfa næsta samfelld framundi 1930 og Austri sem að kemur út á 20. öldinni eða sem Framsóknarmenn gaf út var í rauninni sko þriðji Austrin því að það voru tveir búin að vera þarna á undan. En þessi blöð sem að er að koma út á þessum árum eða þarna frá lokum 19. aldar og framundi 1930 að þau eru sko eiginlega mestu ótengd stjórnmálum. Oft kannski blöð svona kringum einn mann eða eina skoðanir. Já, náttúrulega svipað og kannski mannlíf hjá einari Trusta í dag eða svo. Þetta kannski að koma aftur svolítið svona menn búið til fjölmiðil í kringu sjálfsig. Já, og náttúrulega blöðin á þessum tíma voru sko yfirleitt bara eins manns vinnustaður og oftar en ekki þurftu þessi menn eins og til dæmis Jón Ólafsson að hafa upp á önnur störf að hlaupa bara til þess að hafa í sig og á sko. Og enda náttúrulega lítið í rauninni orðið þá auglýsingar sko. En prentkostnaður og annar náttúrulega til staðar enga síður. En svo kemur þessi, ég veit svo sem ekki hvað nákvæmlega veldur þessari lægð þarna á milli 30 og 50, það var auðvitað einhver útgáfa en ekki samfelld. En útgáfa síðan þessara tveggja blaða, Austra og Austurlands sem að koma þarna á 7. áratugnum síðan bara samfelld til aldamóta. Og þessi tvö blöð eiga það í íslenskri útgáfusögu að þau eru síðustu yfirlýstu
flokksblöðin sem lifðu, þau lifðu lengur en Alþýðublaðið, Þjóðviljinn og Tíminn. Já, og lengur en dagur þegar það var soðið saman úr þeim. Já, það var dáið fyrir aldamót. Jú, ég held það sko. Já, það var svona hugmyndum að taka gömlu flokksblöðin, taka áskriftarlistanna og sjóða þeim saman og búa til eitthvað gott úr því, en það gekk ekki upp. Nei. Herðu, en af hverju heldur að flokkarnir gefi út þessi blöð? Er það bara nauðsynlegt til þess að eiga í samskiptum við sína kjósendur og til að skilja samfélagið sem hún lifir í? Það virðist sko upphafið að þessu virðist hafa bæði verið sko ákveðin samfélagsþjónusta, en svo náttúrulega fyrst og fremst til þess að halda á lofti sko sínum pólitíska boðskap. Og bæði voru þessi blöð svona næsta eindregin flokksblöð lengi vel og bæði þannig að þau voru í rauninni ekki atvinnufyrirtæki. Ég veit að Bjarni Þórðarsson sem að ritstýrði Austurlandi frá upphafið þess og í aldarfjórðung, að hann var ólaunaður ritstjóri alla þá tíð. En síðan gerist það í rauninni að sko þegar kemur fram á 8. áratuginn og svo á 9. þá verður mjög svona fyrir að rísa upp ákveðin gagnrýni á þessa flokksblaða útgáfu og haldið á lofti málstað hinna frjálsu pressu sem væri óháð stjórnmálaflokkum. Og þó að sú gagnrýni beindist náttúrulega kannski fyrst og fremst að þessum stærri blöðum, að þá náttúrulega beindist hún auðvitað líka að smærri einingunum. Og það sem að gerist þá hjá þessum blöðum er það að þau slá af, bæði þau kannski slá ákveðið af pólitísku áherslunni og breyta sér í fyrirtæki. Breyta sér í rauninni fyrirtæki sem er fyrst og fremst með það í huga að vera með fréttaþjónustu og skapa rúm fyrir skoðanaskipti. Síðan náttúrulega fengu þau sko sinn svona flokks yfirbræði í hvert skipti sem kom á kosningum, hvort sem það var til sveitarstjórn eða Alþingis. Svipað og ég held að við þekkjum bara enn á Morgunblaðinu og svona, ég held að sé ennþá þannig að það breytir svona hægt og bílundur svip þegar að vera líða kostingum. Það er alveg ástæða fyrir því að ég valdi að tala um sko síðustu yfirlýstu flokksblöðin, af því að það er náttúrulega, þegar þú nefnir Moggan sko, að þá er náttúrulega þá er svona kannski bara spurningin eftir hvernig þú spyrð hvort að líta á hans það var náttúrulega ekki gefn út af flokknum. Nei. En þegar þú nefndir á þann að þau hefðu verið með samfélagsþjónustu og einhvern áróður að koma sínu fram, og þá skulum við bara hugsa áróður í svona temmilega jákvæðu mynd. Þetta er náttúrulega á 7. áratugnum að þá eru þetta tvær öflugar hreyfingar. Það er annars sósíalska hreyfingin sem að Alþýðubandalagið og Sósíalistaflokkurinn stóðu fyrir, og svo samvinnuhugsunin. Þannig að þetta voru umbreytingaröfl á sínum tíma og kannski eðlilegt að gefa út blöð út frá þessu sjónarhóttni, ekki? Og til þess að það virki, þá verður að veita einhverja samfélagslega þjónustu, því það dugar ekki að koma bara með einhvern tala yfir hausamótunum á fólki. Þú verður að vera þáttakandi í samfélaginu. Og það er náttúrulega að ná til sko í rauninni hvaða fjölmiðl sem er á hvaða tíma sem hann er stofnaður. Hann verður náttúrulega höfða til samfélagsins sem hann sprettur úr. Og það var mjög ofarlega í þessari útgáfu eins og annari að reyna að ná til samfélagsins. En það sem náttúrulega er með þessa tvo miðla er það náttúrulega að Alþýðubandalagið stóð náttúrulega alltaf gríðarlega sterkt í Neskaupstað og Framsóknarflokkurinn í rauninni stóð alltaf mjög sterkur á Austurlandi, og ég held að það hafi svolítið knúið það líka að menn töldu sig sko þurfa fjölmiðil bara einfallega til þess að styrkja og viðhalda sinni pólitísku stöðu. Og en svo náttúrulega þurfti að gera fleira en að vera bara með boðskapinn. Og það sem er áhugavert við þessa miðla, að ein helsta gagnrýnin sem var að koma fram á 8. og 9. áratugnum á flokksblöðin var það að þau nytu styrkja frá hinu opinbera í gegnum flokkana. En varðandi þessi blöð, að þá nutu þau í rauninni sára lítils að því.
Samkvæmt upplýsingum sem ég fékk þegar ég vann þessa rannsókna þá tók ég töluvert af viðtölum sérstaklega við svona einstaklinga sem að þá voru enn til staðar og hafðu verið framalí þessu og sko framsóknarflokkurinn sko þeir voru austri var að fá oft ekki neitt en kannski mesta lagi sko 5-10% af rekstrakostnaði þegar best lét. Austurland fekk aldrei neitt. Nei. Og það var, þeir sögðu að sá peningur hefði fyrst og fremst farið til Þjóðviljans sem að Alþýðubandalagið fekk. En það sem áhugavert við þessi blöð bæði, þó svo að sko þau hafa verið gefin út af flokkum, það að sko helstu bakhjarlar þeirra voru í rauninni fyrirtæki. Það voru útgeða fyrirtækin í Neskaupstað sem voru í félagslegri eignað stórleiti. Jú, sem studdu við Austurland og svo samvinnuhreyfingin fyrir austan sem að studdu Kaupfélag Héraðsbúa. Já, fyrst og fremst Kaupfélag Héraðsbúa. Gríðarlega öflugt fyrirtækjur sem tíma í bara allri atvinnustarfsemi. Þannig að það hélt þeim úti. Ég skoðaði að því að vera að tala styrki til frjálsra fjölmiðla í dag. Þá var ég að skoða svona hvernig staðan hafði verið svona í kringum 1990. Þá hafði þá keypti ríkið rafskrifandi af blöðunum og nýbúið að hækka úr 250 eintökum upp í 750 á hvert blað. Síðan voru flokkarnir sem fengu útgáfu styrki. Það sem var líklega litið svo á að til þess að vera stjórnmálaflokkur þá þyrftur að standa í einhverju útgáfu, í einhverju samskiptum við samfélagi sem það ert í. En það var heipsum haps hvort að sko flokkarnir létu þetta renna til blaðanna. Alþýðubandalagið gerði það til Þjóðviljans og Framsóknarflokkurinn að einhverju leyti en hinir nýttu þetta bara sjálfur til sinna. Síðan var þessu breytt en útgáfustyrkirinn héldust hjá flokkunum en þau bara hættu að renna til sko blaðanna. Þannig ef maður myndi tína þetta saman, það sem var styrkurinn á þá tíma, þá held ég að sé svona nálægt í að vera það sama og fjölmiðlar að fá í dag fyrir utan ríkisútvarp svona í samhenginu. En það á náttúrulega fyrst og fremst við stóru blöðin, það á ekki við þessi landsbyggðarblöð. En þegar að og þeim haldið úti á þessu tíma af fyrirtækjunum sem eru þar, sem að hafa eins og oft þá eru þeir sem að hafa áhuga á því að halda upp í blaðamennsku eða einhverju samfélagslegri umræðu af ýmsum ástæðum, kannski svo Jón Ólafsson svona prívatmaður eða flokkarnir, að þá eru það fyrirtæki sem hafa líka haga af þessum fjölmiðlum, af því að þau þurfa einhverja farveg til þess að tilkynna að það sé útsala á Gaddavir í Kaupfélag Héraðsbúa, það bara þau þurfa á þessu að halda. Þannig að það verður verið þau sem hafa haldið þessu blöðum uppi. En þegar þú nefnir að þegar það kemur fram á 8. áratuginn, að þá þykir það ekki lengur sjálfsagt að það séu flokkarnir sem gefa út blöðin. Og kannski má rekja það til útgáfu Dagblaðsins, sem 73, 74. Heldur það? Að það sé svona að þá komi þessi, og það útgáfu fyrirtæki hét Frjáls fjölmiðlun til dæmis. Já. Það kemur þessi hugmynd inn. Já, þetta er tengt við sko nýja miðla sem að koma fram þetta leyti sko, að þá farið að kalla eftir því að það sé skorið á þessi tengsl og það var kannski eitt af því sem að sko hjálpaði þessum blöðum fyrir austan að lifa áfram var einmitt að þó að eignarhaldið breyttist ekki að þá fjarlægði pólitíkin sig svolítið frá sko, þeir fjarlægðu sig frá ritstjórnunum. Þeir héldu áfram að halda utan sko peningamálin og veita svona aðhald og aðstóð þar en ritstjórnin fór að verða sko opnari og svona almennari og það fór að tíðkast á sko báðum þessum miðlum bæði Austur- og Austurlandi að ráða inn starfsmenn sem ekki voru skráðir í viðkomandi stjórnmálum. Ekki innvíður og innmúraðir. Nei. Og kannski heldur utan leiðarana eitthvað lengur. Jú. Og það var þá var skipting á milli skoðanagreina og hins vegar frétta og hugmyndin það að fréttirna væri þá sjálfstæðar og hlutlausar.
Já. Það væri til slikt sjónarhorn. Já. Ég veit til dæmis dæmi eins og Austra, sko, Jón Kristjánsson, þingmaður og ráðherra sem þar var ritstjóri frá 75 og til loka útgáfunar, þó að hann væri auðvitað vegna starfa sinna hér sem alþingismaður og fjarverandi lengi og það var yfir staðgengil sem sæi daglegan rekstur, að hann skrifaði alltaf leiðarana en það var orðið þannig hjá Austra þarna allavega undir lokin. Ég starfaði fyrir Austra í rauninni í 15 mánaða skeið, held ég í muni rétt, skömmu áður en að blaðið var lagt niður, að pólitíkin var þá eiginlega orðin svona, ef frá eru taldar auðvitað kosningar, að mestu einskorðuð við leiðaraskrif og þá við þá einhverja frekari greinar frá ritstjóra. En fólk austan að það las þessi blöð og það var ekki bara framsóknarmenn sem að las Austra. Nei, og þetta var það sem að kannski líka breyttist út af þessu ákallum aðskilnað stjórnmála og blaðaútgáfu, var það að sko upphaflega var höfðað til flokksmanna kaupablöðin sem halda þeim gangandi. En aðrir kannski keyptuðu líka, en síðan þegar þessi umræða fer að verða hávær, að þá fara kannski svona flokkslausir eða stuðningsmenn annara flokka verða kannski pínu svona tortryggnari við að kaupa þessi blöð. Þó svo að á sama tíma og í rauninni að þau voru að draga pólitíkina svona aðeins meira til hliðar úr útgáfunni. Þá var það bara of seint og það var bara að fara úr tísku, getur við sagt. Já, og flokkar helt út í blöðum. Já, og svo líka náttúrulega annað sem að gerist á þessum tíma að sko miðan 9. áratuginn, að þá fer stofnar Ríkisútvarpið svæðisstöðvar meðal annars á Austurlandi og það fara að koma út svona auglýsingablöðungar sem að eru bornir í öll hús. Og þarna fer í rauninni, þetta var eiginlega tók svolítið tekjugrundvöllin undan þessum vikublöðum, að það voru aðrir miðlar og líka í rauninni sem að gáfu bara út sjónvarpsdagskránna svipað og var á Akureyri og ég held að það Selfossi sem náttúrulega var gróf undan blöðunum, því að ef þú selur auglýsingar eiginlega hverja síðu þá náttúrulega auglýsingaverðið helmikið lægra en hjá hinum sem eru með texta á móti og það keyrði bara niður auglýsingamarkaðinn og gróf undan landsbyggðarblöðunum. Þessi sjónvarpsdagskrár. Já, því að það náttúrulega, sko, maður skilur mjög vel að sko fólk standi í slíkri útgáfu því að þetta náttúrulega mjög, held ég, ábatasöm útgáfa. Þetta var náttúrulega prentsmiðunar sem gerði þetta, nýttu þetta í döðum tíma. Ég veit það bæði á Akureyri og eins fyrir austan var það þannig, sko. En þegar þú ert síðan ert með fólk í vinnu við að skrifa fréttir og greinar og þetta borga þeim laun og hefur náttúrulega líka bara þá takmarkað pláss fyrir auglýsingar, að þá náttúrulega verður þessi samkeppni mjög erfið. Mjög erfið. Og svo gerist það að fréttablöðin degja og þá lærir fólk á því að lesa auglýsingablöðin eins og fréttir, að ef það er auglýst til sölu í einbýlishúsið á Bárugötu, þá eru þau líklega að skilja. Þannig að það verður kúnst af því að lesa, þetta verður svona að lesa milli línana úr auglýsingablöðunum, af því að samfélagi það var náttúrulega hlutverk fjölmiðlanna að halda samfélagunum saman. Eða er það ofmetið? Er það betra fyrir Austurland að vera með Austurland og Austra eða ekki? Já, það var allavega viðhorf þeirra sem að héldu þessum blöðum úti að það þyrfti að vera vettvangur til skoðanaskipta innan svæðis og ég veit að það var orðið á seinni árum drifkraftur fyrir það að halda þessari útgáfu til streitu þrátt fyrir margvíslega erfiðleika að mönnum fannst, aðstandendum þessara miðla fannst sárt til þess að horfa ef engin fjölmiðlir í starfandi og þessir tveir miðlar þeir byrja strax 1989 að ræða sín á milli og svo er það tekið víðar það samtal að steypa þessum miðlum saman. En það er ekki alveg ljóst svo sem á hverju nákvæmlega strandaði. Ég held svona fyrst til að byrja með hafa hann bara einfallega strandað á pólitíkinni, að menn sæi ekki alveg fyrir sér að pólitískir andstæðingar getur staðið saman að blaðaútgáfu. En svo þegar að fer að líða fram á 10. áratuginn
að þá náttúrulega bæði eru náttúrulega þetta orðin síðustu yfirlýstu flokksblöðin og þá náttúrulega fleira að koma til dæmis að þá styttist náttúrulega í það að netið sé að ryðja sig frekar til rúms og þá svona fyrir þetta verða eiginlega nánast í ómögulegt en sko Austurland þegar það svo lagt niður 2001 í byrjun árs þegar þetta tókst að síðasta blað Austurlands kom sumarið 2001 og það var afmælisblað í tilefni af 50 ára upphafi útgáfunar þá hafði reyndar ekki komið blað síðan vorið en þá þegar að tilkynnt fyrst útgáfu hléus og útgáfu loka þá kemur fram að það sé í bígerð að stofna annan fjölmiðil sem síðan var Austurglugginn sem að enn gefin út og hann náttúrulega sjálfstæður miðill og stofnaður á eigin forsendum en ég veit það að forsvarsmenn gömlu miðlana tveggja þeir svona lögðu gott til og studdu við svona með einhverjum hætti. Já, það voru líka blöðin Alþýðu flokkurinn til dæmis, hann gaf út pressuna, þar sem ég starfaði og ég held að enginn dottið í huga að pressan væri flokksmálgagn Alþýðu blaðsins, þannig að ég stundu sagt að Alþýðuflokkurinn sé best útgefandi sem ég hef haft og bara frábærlega skemmtilegt fólk í blaðstjórn, skiptir sér ekkert að stefnu blaðsins, leyfðu okkur meiri segja við fórum brutum í og mörguleiti blað í blaðamennsku, færðum svona bara sjónarhornið rækilega til og fengum ekkert nema bara stuðning og frá Alþýðuflokknum. Þannig að ég hef ekki slæma að sögu af ég var reynilega á NT líka sem að var hlutið þessu sem þú ert að segja sem að flokkarnir reyna að færa sig frá blöðunum en halda samt út í blaðútgáfunni. Þá var tímanum breytt á tímabili í NT og það fór ekki vel og tíminn var enduristur og þá komu inn aftur gamlir framsóknarmenn og tóku til og héldu áfram útgáfunni. En þetta með flokksblöðin, ég man einu sinni að hvort að ég held að það sé gott fyrir flokk að eiga blöð af því að það bara, ef þú ert með ritstjórn þá verður að hringja svona 200 símtöl á dag út í samfélagið. Flokkar sem ekki eiga blöð eða fjölmiðla þeim hætti til þess að verða svona aflokaðir, svona bara lost in space einhvern veginn, án tengsla og verða kannski bara tengdar í fórustu annara flokka heldur en samfélagin sem kom út. Ég ekki alveg viss hvort það sé gott fyrir blöðin að flokkar að gefa það út. En ég man eftir einu að því að ég vann hjá Jónasi í Kanada og svo þegar hitti ég Indriða Þorsteinsson sem var oft ritstjóri Tímans í mörgum tilfellum. Hitti hann og spjalla við hann á Hótel Borg þar sem hann var oft í löngum hádegismat á samt öðrum svona heldri mönnum í Reykjavík. Og hann var að tala við mig blöð og hann var að segja við Jónas og þessa hugmyndum frjálsa fjölmiðlun. Þú veist, ég skil ekki þetta, sagði Indriði. Af hverju Jónas frjáls en ekki ég? Ég meina, Jónas bara að skrifa það sem honum dettur í hug þann daginn og er það eitthvað frjálsari fjölmiðlun heldur það sem ég að gera? Á bakvið mig er samvinnu hreyfingin sem hann. Og af hverju ætti það sjónarmið að vera vitlausara heldur það sem að Jónas datt í hug í morgun, sagði Indriði. Hvað myndur þú segja við þetta sjónarmið Indriða sem að talar bara beint innan úr langri hefð flokksblaðana með svona samfélagslegum ábyrgð og sem að telja sig hafa raunverulega félagslega stöðu til þess að horfa á hlutinu frá tilteknu sjónarhorni. Þetta náttúrulega, það svo sem ekkert kannski einfalt eða stutt svar við þessum vangaveltum því að ég held að fjölmiðlar verða náttúrulega alltaf að einhverju marki, mismiklu háðir eigendum sína og hvort sem það sá eigandi stjórnmálaflokkur eða hvort að það einhver stórútgerðin til dæmis kaupsýslumaður, og svo náttúrulega líka ein breyting sem að náttúrulega varð og kannski hjálpaði til við að gera út af þessi blöð fyrir austan að það náttúrulega tilkoma fríblaða að þegar í rauninni vegna þess að þau byggðu svo mikið á áskriftum, að þetta var annars vegar áskriftur og hins vegar auglýsingar og svo náttúrulega einhverju leyti styrkir
En ég held í rauninni að þetta sé kannski eitthvað sem svolítið erfitt að draga skýra línu því að ég held að þetta hafi alltaf dálítið með umgengni sko eiganda að gera, hverju svo sem þeir eru og kannski eru þessi í rauninni þessi austfirsku blöð ágætis dæmi sko sitt hvora leiðina vegna þess að bæði fóru þau frá því að vera mjög eindregin flokksmálgögn yfir í það að fara í svona meira tilbaka og gefa ritstjórninni svigrúm. Ég til dæmis, eins og ég nefndi áðan, ég starfaði þarna skamstíma sem blaðamaður á Austra. Ég ekki framsóknarmaður og hef aldrei verið. Og ég og verður ekki úr þessu? Nei, ætli það. En var enga síður ráðinn og ég fann ekki fyrir því á meðan ég starfaði þarna að fyrir rauninni einum afskiptum af sko fréttaflutningi eða viðtölum eða slíku. Þetta var auðvitað á tímanum þegar mikil umræða og hörð virkjun og stóriðu fyrir austan. Þannig að það kom alveg fyrir að einstaka diggir flokksmenn í bænum væru viðkvæmi fyrir því ef að virkjunarandstæðingar fengu rúm fyrir greinar sem þeir fengu. En það var bara ákvörðun ritstjórnar. Þeir fengi að skrifa eins og aðrir ef að væri pláss í blaðinu. En það var eina sem maður fann og það kannski sem var eftir af þessari pólitísku snertingu að þegar nálgaðist alþingiskosningar 1999 að þá breyttist stemmingin. Þá þurfti eigandinn sem var kjördæmissambands Framsóknarmanna að hafa sitt pláss. En það sem ég að hugsa sko og kannski velstundum fyrir mér í samhengi við fjölmiðlun í dag að það sem hefur nú verið svona umræða til margra ára eignarhald á fjölmiðlum og sýnileika þess og hver í raunverulega eigi fjölmiðlun og hvort eigendur séu að skipta sér af og svo framvegis að þetta var kannski skýrara á þessum tíma því að sko þú vissir hver stóra að baki blaðinu, þú vissir að Framsóknarflokkurinn gaf út Austra, þú vissir að Þú veist líka alveg hver á Moggan og þú veist hver átti Fréttablaðið og fólk veitir allt saman. Fólk veit hver á Vísi og hver að glíma yfiráði við því fyrirtæki og fólk veitir allt saman. Já, en það kannski, það hefur nú samt ekkert alltaf verið alveg klárt, sérstaklega ef að til dæmis fjölmiðlar eru að skipta eigendur. Nei, það var ég var einu sinni á Fréttablaðinu og þá fór það á hausinn og svo vorum við að safna hlutafé til þess að geta haldið áfram og við reiknuðum með að við þurftum að safna 100 milljónum og svo safnuðum við, ég man ekki hvað það var 45 milljónir eitthvað leys og hugmyndi var svo að við ætlum að klára alltaf hitt sko, því að við höfum bara að byrja aftur eftir viku, þannig við vorum ekki búin að sko stofna fyrirtæki þegar við byrjuðum. Svo kom bara í ljós að við þurftum aldrei meira en þennan pening. Þannig að við náðum aldrei að tilkynna sko hluthafarlistan. Ég veit ekki hvort að krafan hafi verið svo að við sögðum sko í þessari viku, já þá hlutfallið þannig að þá þessum svona mikið, ég veit ekki hvort að það umverulega krafan, að því að menn hafa nú bara notað þetta í einhverju pólitískum tilgangi að menn vissi ekki hvað það var. Ég held að það hafi ekki komið fram neitt á þessu tímabili í blaðinu sem að menn að halda því fram að einhver eigandi, einhver dularfullur eigandi hefur notað blaði í einhverju nafnlind sko. Ég held að það sé nú bara áróður þeirra sem að köllu þetta blað Bögspennan og eitthvað svoleiðis sem að voru náttúrulega þeir aðilar sem hafa misnotað sinn fjölmiðil sko mest allra á Íslandi sko. Þannig að ég hef aldrei skilið þetta sko, ég skil áróðurinn sem að var á þessu tíma því að þetta var á tímabili þar sem að var búið að drepa flokksblöðin og það var og sem að var ákvörðun og ég meina það var í gaman ég veit í það að því að þú varst ekki að skoða sko raunverulega styrkina sem fóru til flokkana en ef það er skoðað hvernig eiginlega grafið undan flokksblöðunum á tímabilinu, hvernig Sjálfstæðisflokkur undir forystu Davíðs Oddssonar fær forystu annarra flokka eiginlega til þess að gefa frá sér blöðin og líta svo á að þau séu eiginlega bara tilheyri gömlum tíma og við þurfum að nútímavæða fjölmiðluna á sama tíma og sko Sjálfstæðisflokkurinn bara að efla sinn fjölmiðil, hann bara eflist við þetta
og Sjálfstæðisflokkurinn er hægt og bítandi að bara mylja ríkisútvarp undir sig. Þar var ekki settur inn neinn maður í yfirmannsstöðu á 10. áratugnum og alveg fram á hrun og enn þann dag, nema það verið bara innmúraður og innvíður sjálfstæðismaður og meðan það var bara ná undir sig láta fjölmjölum. Flokksgæðingar meðal annars Óli Björn og fleiri keyptu DFF af DFF-feðgum þetta leyti 2000, kannski 99-2000. Þannig að DFF kom undir Sjálfstæðisflokkinn, Ríkisútvarpið kom undir Sjálfstæðisflokkinn, Morgunblaðið var Styrmir var hættur andstöðu við Davíð Oddsson inn í Morgunblaðinu. Þeir voru við það að horfa á það að geta náð Stöð 2 vegna þess að Jón Ólafsson stæði svo illa. Flokksblöðin voru farin. Þá poppar upp þessi andskotið þarna Fréttablaðið og skemmir þetta fyrir þeim. Og það var ástæðan fyrir því að þau litu á Fréttablaðið sem eitthvað innrás inn í Íslands samfélag sem að veri bara að grafa undan íslensku samfélagi. Og þess vegna töluðu alltaf svona Fréttablaðið. En ef þú fer bara inn á tímarit.is og lest Fréttablaðið, þá er bara engin rök fyrir þessu. Þetta var bara þeirra hugmyndum það bara eyðilaðist planið þeirra og svo náði Fréttablaðið svo góðu skrifi að það gat saminast Stöð 2 og eiginlega borið skuldirnar sem að Stöð 2 sem að voru bara að keyra það fyrirtæki niður og þannig er svo saga En þetta ég sé það í þessu austfirska samhengi líka að svo við tökum þetta aðeins annað að ég sjálfur sér ekki að tala fyrir endurkomu flokksblaðana bara svo það sé sagt en það er þetta lýðræðishlutverk fjölmiðla og bæði náttúrulega við sjáum það í íslensku samfélagi í dag kannski kristallast sterkast í náttúrulega stærstu miðlunum sem eru að reyna að dekka allt landið en þetta í rauninni líka og það var kannski eitt af því sem vakti fyrir þeim sem voru að þráast við að halda út í þessum tveimur blöðum fyrir austan sem ég verið að vara fjallum að það er að viðhalda þessu innra samtali sem er svo mikilvægt í rauninni að því að lýðræði er náttúrulega meira en bara kosningar og lýðræði er kannski eins og einhver sagði fyrst og fremst samtal og það sé vettvangur til þessara skoðanaskipta ekki bara í tengslum við kosningar því að náttúrulega oft var verið að gefa út blöð bara í tengslum við það og ég var til dæmis ekkert að skoða þau á þessum tíma, ég veit til dæmis að sjálfstæðismenn fyrir austan gáfu oft út sitt eigið blað í tengslum við kosningar vegna þess að þeir áttu ekki þeir töldu sig kannski ekki að eiga Það var ekki reglulegur fréttamiðill Nei. Og það er kannski eitt af því sem ég til dæmis hafði áhyggjur af þegar ég var og hef svo sem enn þegar ég var að vinna þessa rannsókn var það að þetta samtal detti niður vegna þess kannski að mál sem geta verið mjög heit á einhverju ákveðnu svæði Austurlandi, Norðurlandi, Vestfjörðum að þau skipt miklu máli þar að þau eiga kannski ekkit mikið erindi í stærra samhengi en eru mikilvæg enga síður. Mikilvægt fyrir fólk sé á einhverjum tilteknum vettvangi að ræða sig niður á einhverju niðurstöðu. Já, og að líka, þetta er líka spurningin að koma á framfæri upplýsingum líka vegna þess að eitt sem maður hefur séð gerast núna og kannski er meira umhugsunar efni það sem að fjölmiðlar er veik fjölmiðlun að það er að nú eru náttúrulega öll fyrirtæki og stofnanir komnar með sínur eigin vefsíður og að þá sé miðlunin komi kannski svolítið úr einni átt að þau bara sendi út sína tilkynningar sem eru bara á þeirra forsendum en það sé í rauninni enginn sem að grípur þær og spyr spurningan á móti. Þetta er ekki ritstýrt efni. Nei. Og vettvangur er farin, þannig að þó svo allir sé að byrta eitthvað á Facebook eða eitthvað staðar, að þá hittist það ekkert. Nei, það er svo dreift. Herðu, þú segir verandi flokksblöðin og þá talar í upphafi að þá var hluti af rekstrargrundvellinum var áskrift og það var að því að fólk vildi halda þessum miðli gangandi út af einhverjum hugsjónum eða það tengdi lífsafstöðu sína við það sem miðli var að gera.
Nú hérna með dauða fréttablaðsins að þá tími sko ókeppis fréttana að hverfa, þótt að MBL og Vísis við ennþá opinn, að þá verið að tala núna, maður heyrið bara ráður að enduróma það að svona næst sé að leita ykkur svona það sem að væri áskrift að vera að styðja áskriftina. Ég veit ekki alveg hvað þeir að hugsa, hvort þessu hugsa einhvern svona sóknargjöld, þannig að við getum, eða hvort þau eru til að borga áskrift á mót okkur eða eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta hugsað. En að sumuleyti að þá að fæðast á sambærileg fjölmiðlun, þar sem að þú gerist áskrifandi að stundinni, heimildinni, vegna þess að þú tengir einhvern veginn við, ég hugsa að segja að við gætum greint svona lífsafstöðu heimildarinnar eða Morgunblaðsins eða Viðskiptablaðsins og sumuleyti þá kemur fólk með sambærilega lífsviðhorf inn í þessa fjölmiðla og styður útgáfu þeirra. Þannig að það að mörguleyti þá endur koma flokksblaðana, þótt að sé með litlu effi, þá aftur komið þannig að það sem verður kannski grundvöldur útgáfunar stuðningur fólks sem hefur sameiginlega lífsafstöðu. Það má alveg sjá ákveðna speglun í þessu að mann til dæmis eftir þegar að bæði Kjarninn og Stundin forverar heimildarinnar voru að koma fram sko, að þá var þetta einmitt róið á þessi mið að sko viljiði styðja okkur til þess að halda uppi á þessari gerða fjölmiðlum og það má kannski segja að það náttúrulega á þeim tíma sem þessi miðlar að byrja þá náttúrulega í rauninni sko fríblaðaútgáfan en þá í ágætis fjöri. Þannig að þess að þeirra Kjarninn og heimildi byrja. Já. Kjarninn byrja náttúrulega, mótilið á þeim var að vera ókeypis. Já, Kjarninn og Stundin sko. Já, Stundin, Stundin náttúrulega áskriftablað. Já. Það kemur út af yfirtöku og DFF. Ég svo náttúrulega var auðvitað Kjarninn hafa stofnað náttúrulega eitthvað sem kallað Kjarnasamfélagið sem var svona ákveðin svona stuðningsvettvangur sko. Já, svipað við höfum hér í samstöðinni að þetta eiginlega business model kristilegra útastöða. Það sem ekki áskrift heldur að fólk beðið að styðja útgáfuna. Þannig nú blaðamennskan komin sko. Þannig hún að leita sér að og kannski erum við komin, ég var nú að vísa í það með Jón Ólafsson og að Einar Benediktsson gaf út blað hérna í Reykjavík og fleiri hérna sumuleitt eru við líka komið þangað, það eru menni með svona fjölmiðla næstu í kringum sjálfans. En svo náttúrulega líka spurningin í þessum efnum sko, er þetta kannski sko, er þetta kannski heppilegra að sko fjölmiðlarnir hafi sko þá blandaðri innkomu, það að segja að þeir séu að reiða sig hvort tvekja á auglýsendur og á einhvers konar áskriftir, hvað sem við köllum það, fremur en að þeir séu kannski jafnvel of háðir sko stórum auglýsendum. Það líka svona ákveð, ég ætla ekki að fella neina dóma yfir því, en það svona ákveð það var náttúrulega sigurverk blaðana á sínum tíma var að þeir náðu dreifingu með því að selja hérna lesefni en gátu svo selt auglýsingar út á þá dreifingu sem að niðurgreiddu raunverulega efnið til lesenda, þannig að þau gátu náð inn fleiri lesendum og þannig leiddi það oft til þess að það var bara eitt stórt blað á hverjum vettvangi því að leið og sko hjólinn fór að snúast með þessum hætti að þá var eiginlega ekki hægt að keppa við það, þess vegna eiginlega alls þar í heiminum með bara eitt stórt blað sem að vinnur þessa samkeppni. Það var til dæmis, hann sagði mér einn viðmælandi sem hafði verið viðriðin útgáfu Austurlands að hann sko spurður fjármögnunina sko þá sagði þessi að það hefði stundum þegar að illa ef það svona hart í ári sko að þá var leitað til sko svona helstu fyrirtækja í bænum sem sáu sér hag í því að þetta blað kæmi út, jafnvel þó að hann tæki fram að þetta voru ekki endilega alþýðubandalagsmenn, þeir bara töldu mikilvægt að þessi vettvangur væri til staðar, að það var sko leita til þeirra að auglýsa meira eða kaupa stærri auglýsingar en þeir kannski í rauninni þurftu á að halda og hann sagði sko að þeir fjallist yfirleitt á þetta og í þessu voru rauninni fólgnir sko má segja óbeinir styrkir. Það að segja að kaupandinn að kaupa meira en hann hefur þörf fyrir. Sko. Sameiginlegir hagsmunir. Já. Kaupmennirnir vissu það. Morgunblaðið fór á hausinn snemma á 3. áratugnum og þá voru það kaupmennirnir í Reykjavík sem enduristu það. Fyrst varist út af þessu sem þú ert að lýsa. Þau þurftu á kanalnum að halda til segja að samskiptið sín við viðskiptablöð, við nefndu fréttablaðið áðan og það var ástæðan fyrir því að það voru einu sem að vildu endurista fréttablaðið voru kaupmennirnir í Reykjavík því að þeir höfðu hag af því sko bara viðskiptalan hag af því að hafa hennan
kanal sem að bæði til þess að vera mótvægi Morgunblaðið en líka vegna þess að þarna var kanal sem að fór til helmingsheimilina sem að Morgunblaðið fór ekki til sem að voru náttúrulega bara allt önnur tegund markaðar og það var reyndar komið þarna á þeim tíma að ég man ekki hvort þú mannst eftir því, það var gefið út Bónusblaðið og Hakusblaðið og Bíkóblaðið og Húsasmiðublaðið vegna þess að Morgunblaðið gat ekki fyllt þörfina til að ná til yngra fólks, efnaminna fólks og annað slíkt. Já, þannig að þessi sameiginlegu hagsmunir voru alltaf svo sterkir en núna náttúrulega auglýsendur meira og minna farnir bara inn á erlendar veitur sko. Já. Nei, ég man eftir þessum tíma sem við tala þetta þarna svona upp úr aldamótunum að maður man eftir þessu kannski vegna þess að sko lúan hjá manni var alltaf full. Já, af þessu. Já, af þessu öllu saman sko. Og við skilgrindum fréttablaðið, auglýsingamarka fréttablaðsins, þá reiknaðum við með að 30% af auglýsingamarkanum væri raunverulega farin út úr blöðunum vegna þess að blöðin næðu ekki að uppfylla þarfir auglýsendana á þeim tíma. Þannig það var svona hugmyndið þá. En núna náttúrulega þetta með að búa til módel sem bæði áskriftartekjur og auglýsingatekjur líklega fallið sko. Það er engin sem að mun ná því aftur upp sko. Morgunblaðið bara komið niður í 19% lestur, ég held að það sé 9% lestur á fólki undir 50. Þannig að ég held að það byggist ekki upp aftur þetta sigurverk sem ég var að lýsa áðan sko. Já. Og á lokalmiðlunum þá skiptir það máli eins og þú ert að lýsa að það sem auglýsendur sem ekki efna á að fara í mokkan til þess að auglýsa til Austurlands að það var alltaf auglýsingafé sem að gat haldið í gangandi þessum fjölmiðlum og það spurningum hvað hafi orðið það eða það þeir sem eru fyrir austan þetta bara orðið en útibú það ekki sérstök fyrirtæki þarna. Já, ég ætla nú svo sem ekki að segja að það náttúrulega breyttist auðvitað mjög mikið í tengslum við virkjun og stóriðju framkvæmdar og þá komu mörg sko stærri fyrirtæki austur og settu útibú þar en ég bara skal viðurkenna það að ég náttúrulega hef ekki búið austra núna allnokkuð skeið þannig að ég er kannski ekki besti maðurinn til að svara því sko hvernig auglýsingamarkaðurinn þar akkurat núna sko. En það náttúrulega, það svæði auðvitað eins og bara aðri hluta lands, þessa lands og annara náttúrulega að breytast að auglýsingar hafa náttúrulega verið að færast svo mikið frá fjölmiðlum. Já. Og kannski frá svæðinu eins og þarna, ef maður bara stendur við bensinstöðuna niðri við þjóðveginn á Egilsstöðum og horfir upp og skiltin, þá þetta bara meira og minna verslanir og þjónustað frá Reykjavík sem að geta bara auglýst á landsvísu. Þannig að það kannski sérstakki auglýsingamarkaður á Austurlandi kannski ekki eins stór og hann var á blómatíma austra og Austurlands. Nei, en svo eru reyndar sko lifa bæði fyrir norðan og á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu og eins fyrir austan, það lifa þessi auglýsingablöð. Já. Þau enn við líði og það kannski orðið svolítið þannig núna sko ef ég kem norður eða austur að maður grípur þetta alltaf og flettir þessu því að þetta svona segir manni hvað er verið að bjóða og hvað er og náttúrulega verið að auglýsa viðburði líka á fleira. Já. Þannig það hægt að skilja samfélagið með einhverjum hætti að lesa sér bara ekki auglýsingarnar. Það ekkert efni eftir. Men nú ekki sjónvarpsþáttur sko í þessu það? Já, nei, allir það sé ekki hægt. Nei, maður fæ nú kannski ekki heildarmynd af samfélaginu að ég lesa þessa miðla en það er svona ákveðin einsýn. Já. En það sem að vantar náttúrulega það sem að blöðin gáfu áður sem var svona sameiginlegur vettvangur til skoðanaskipta. Já, náttúrulega auðvitað eru til staðar eins og ég veit fyrir austan sko náttúrulega Austurfrétt og Austurglugginn sem annars vegar netmiðil og hins vegar prentmiðil náttúrulega til staðar. En það hefur náttúrulega dregið þetta fjölmiðla umhverfi var í rauninni mun sko stærra alveg fram yfir aldamót þegar að og framundir og framyfir þegar að eins og til dæmis á 10. áratugnum að þá eru gefin út 2 blöð og Svæðisútvarp Austurlands þar starfandi og þá til dæmis Morgunblaðið og með fastan fréttaritaraðar. Stöð 2 með útibúðar þannig að það var í rauninni miklu meira sko miklu stærri fjölmiðlaheimur þar heldur en í dag en svo náttúrulega hefur þetta breyst og kannski ekki síst náttúrulega með tilkomu netsins. Herra Hrafngill, gaman að fá því að tala fjölmiðla.
Takk fyrir mig. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar hnappur sem segir skráning.